þessi mál sem eru í farvatninu nú þegar, við bíðum mjög eftir niðurstöðu gjafsóknarnefndar dómsmálaráðuneytisins í fyrsta málinu. Það nú búið að vera þar inni núna í rúman mánuð, beiðni gjafsókn, sem auðvitað forsenda þess að fólk geti borið hönd fyrir höfuð sér, vegna þess að flestir eru nú þegar í stórkostlegu neikvæðu eigin fé, miðað við uppreiknaða stöðu þessara gjaldeyrislána í dag. Og hefur ekki fengið nein svör frá dómsmálaráðuneytinu? Nei, ekki ennþá. Ég nú mjög vongóður að það fara að styttast. Þetta lítur nú að fara að skila sér. En sko þá kann staðan að vera svo. Málin munu verða sett upp þannig að það verður bornar fram sko viðurkenningar kröfur það að varðandi erlendu lánin að gengis viðmiðunin sé ólögmæt í fyrsta lagi. Þannig að verðbreytingar ákvæði bréfsins verði þá bara ýtt út af borðinu. Nú væntanlega eru þessi lán þá bara óverðtryggð ef sá kafli lánasamningsins ólögmætur. Það verður þá ekki á honum byggt. Þá verður hluti kröfunar eða höfuðstólsins bara felldur niður þann höfuðstól sem það var í upprunalega. Já, ef að lánið óverðtryggt þá miðast það bara við þann höfuðstól sem var raunverulega greiddur út. Og við skulum átta okkur á því líka að margir hafa verið að borga af þessum lánum við illan leik og borgað af þeim miðað við útreikninga lánafyrirtækjanna. Þeir sem að svo statt ef að þessi mál vinnast og við fáum þessar kröfur viðurkenndar, að þá eiga þeir skýlausan rétt á því að fá endurgreitt það sem þeir hafa greitt umfram skyldu á grundvelli þessara ólögmætu ákvæða. Og að því Gunnar Tómasson var nú að velta því fyrir sér hvort það hefði ekki átt að gera ráð fyrir þessu í uppgjöri gömlu bankana, sem mjög góð pæling að mörgu leyti. Ég held nú reyndar að það sá sem leysir til sín lánasamning með þessum hætti, til dæmis eins og nýju bankarnir þá, að þeir leysa til sín bæði réttindi og skyldur samkvæmt lánasamningnum. Þannig að nýju bankarnir munu þá lenda í því að þurfa að byrja á því hugsanlega að lækka lánið helming og endurgreiða síðan það sem hefur verið oftekið. Ef við hugsum okkur kannski til að setja þetta í eitthvað samhengi að þú skuldir 40 milljón króna lán, gengistritt lán, sem var upphaflega 20 milljónir. Þú hefur verið að borga af því núna síðastliðin 2-3 ár á grundvelli gengistryggingarinnar í góðri trú. Þú ert búin að borga 2 milljónir inn á lánið með þeim hætti. Ef að þessi mál vinnast, þá verður þetta lán fært úr 40 milljónum niður í 20 á grundvelli hinna ólögmætu verðbreytingar ákvæða og svo kynnu þá þessi 20%, þessar 2 milljónir fyrirgjöðu sem að út af standa, sem þú hefur raunverulega ofgreitt, það þá hægt að láta þær ganga til lækkunar á höfuðstól. Þannig að fólk auðvitað skuldar lánin áfram, en það þá bara hægt að afgreiða það með því að láta það ganga til lækkunar á höfuðstól, þannig að þú skuldir þá bara 18 milljónir í staðinn fyrir 20. Í samningum milli gömlu og nýju bankana, hvaða staða blasir þá við ef ekki verður gert ráð fyrir þessum gríðarlegu afskriftum sem getur blasa við? Ég hef mikið hugsað þetta og af þessu tilefni þá sendi ég öllum þingmönnum og öllum ráðherrum í ríkisstjórn Íslands bréf í maí síðastliðinn þar sem ég vakti athygli þeirra með skýrum hætti á þessari stöðu. Það að segja að ef að hinir nýju ríkisbankar eru núna að kaupa upp lánasöfn sem eru hugsanlega ólögmæt að einhverju leyti, þá raunverulega verið að ríkisvæða tjónið. Það að segja að nýju bankarnir siti þá eftir með sárt ennið og séu þá með miklu verðminni eignir heldur en þeir gerðu ráð fyrir. Þetta gerði ég meðal annars vegna þess að ég vil geta lagt þetta fram í dómi, vegna þess að auðvitað málið það stórt að umfangi að margir efast það að dómstólar á Íslandi hafi raunverulega kjark og þor til þess að dæma eftir lögunum, vegna þess að afleiðingarnar gætu orðið svo hrikalegar. Ég hef hins vegar sagt að ég trúi því að við lifum í réttarríki og í réttarríki þá dæma dómstólar eftir lögunum. Þannig það bara. Og ég vil þá í það minnsta geta sýnt fram á það að ég hafi í tíma aðvarað stjórnvöld með formlegum hætti það hvað kynni að gerast ef að við fáum ef að verður orðið við kröfum okkar í þessu dómsmáli. Þannig að stjórnvöld geta ekki sagt að þeim hafi ekki verið gerð grein fyrir hugsanlegum afleiðingum. Það liggur alveg fyrir. En hefur reynt að komast að því hjá skilanefndunum eða nýju bönkunum
á hvaða kjörum nýju bankarnir að fá þessi lán? Já, ég hef mikið reynt það. Það algjör leynd og dulúð sem hvílir yfir því máli. Það er með allnokkrum ólíkindum að átta sig á því hvað hvílir mikil ofboðsleg leynd yfir því. Ef að færustu menn að rekna með því raunverulega að það muni bara helmingur þessara lána innheimtast, þá er það gríðarlegt atriði að stjórnvöld upplýsi fólk það með hvaða hætti á að útfæra þessar afskriftir. Þeir hafa talað um það að þeir vilji útfæra það með þeim hætti að þeir sem að geti borga á staði skilum, þeir bara haldi því áfram. Aðrir sem eru komnir í það mikil vandræði að þeir fá niðurfellinguna. Já. Og þetta jafnist bara út svona með einhverju miðaltali en þá er það einhver ákveðin kjarni þarna sem að mun bera alla byrðarnar. Það er nákvæmlega málið og þessi aðferð mun ekki ganga upp. Ég get alveg fullyrt það hér og nú. Við skulum átta okkur á því að hópurinn sem er í stærstu vandamálunum í dag er fólk á aldrinum 30 til svona 55 ára. Af hverju? Jú, einfallega vegna þess að þetta fólk er á þeim stað í lífinu að það er að koma sér upp framtíðar heimili, það er búið að eiga börnin, það er að standa fyrir atvinnu uppbyggingu og atvinnusköpun og öllu þessi fylgir skuldsetning. Það er ekkert nýtt undir sólinni. Þess vegna er það þessi hópur sem verður fyrir þyngstu höggunum þegar heilt efnahagskerfi hrynur og forsendur lánasamninga fara allar á hvolf. Þessi hópur sem ég nefndi, 30 til 55 ára cirka, það er hópurinn sem er í gríðarlegum vandræðum og þetta er hryggjarstykkið úr samfélaginu. Þetta er fólkið sem er virkast á vinnumarkaði, þetta er fólkið sem er í mörgum tilvikum með bestu menntunina og mestu verðmætin í formi menntunar. Ef við ætlum að níðast á þessu fólki af því að það geti borgað, þá mun það einfallega fara úr landi eða koma sér í þann hóp að það geti ekki borgað til að fá úrræði. Og ég þekki nú þegar dæmi það að fólk í góðri vinnu og í góðri stöðu sem hefur orðið fyrir þessu áfalli og nú þegar í milljónatugum í neikvæðri eiginfjárstöðu, það er búið að segja upp vinnunni sinni. Annar ætlar á atvinnuleysisbætur og hinn ætlar í mun verðlaunaða vinnu, þau ætla að hætta að vinna 12-14 tíma á sólarhring og fara bara að koma sér í jaðarhóp til að fá aðstoð frá stjórnvöldum. Þetta er auðvitað rosalegt þegar fólk er farið að bregðast við með þessum hætti. En hvað á fólk að gera? Það er verið að reyna að setja fólk í einhverja fátæktar og afborgunar gildru áratugi fram í tíman. Fólk mun ekki taka þátt í. Fólk fer þá bara úr landi að lokum. Pétur, við höldum að fylgjast með þessu máli. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk.